Andrés Magnússon, læknir í Kópavogi, hér fyrstur og spurningin Andrés, finnst þér að þurfa að breyta stjórnarskrá lýðveldisins núna? Já, ég held að sé einmitt rétti tími til þess að breyta stjórnarskráni núna. Vegna þess að stjórnarskrár oft skrifaðir í kjölfar þess að válegir atburðir hafa gerst í samfélagunum og nú hafa válegir hluti gerst. Stór hluti þjóðar orðin eignalaus og þetta var hægt með þeim lögum og reglum sem voru fyrir sem að gengu þvert á réttlætiskennd almennings. Þannig að nú þarf að semja nýja stjórnarskrá og það að skrifa stjórnarskrá, það bara að færa í orði réttlætiskennd almennings. Helstu breytingar sem þér finnst þurfa að gera? Ég ætla að fá að svara þessu í tvennu lagi. Fyrsta lagi tala það sem að flestir eru sammála að þurfa að gera og síðan aðeins hugmyndir sem ég hef sem hafa ekki komist inn umræðin ennþá. En ég vil til dæmis hafa auðlindir í þjóðareign, það gengur ekki að kvótins í eigu fárramanna. Auka þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum með kosningar til sveitarstjórna, til alþingis og forsetakosningar, við erum með 3 kosningar og við getum alveg haft þjóðaratkvæði einu sinni á ári, til dæmis á vori, þar sem að ýmis mál eru lögð undir þjóðina. Ég vil auka vægi persónukosninga, þannig að útstrikanir og það raðamenn og lista, það vegi þyngra, þannig að almenningur virkilega ráði hverju komist á þing. Ég vil ríkisstjórnin sem kosin í beinni kosningu og að vernda náttúru landsins að sjálfsögðu því það hinn langtíma fjárfesting. Ég vil líka jafnrétti allra og mér finnst gleymast í umræðinu það að börn og þau þurfa líka að njóta jafnræðis. Til dæmis ef hagsmuni barna og auglýsenda fara ekki saman að þá vegi þyngra hagsmuni barna. Til dæmis núna þegar öll börn mjög mörg börn þjást á offitu þá eru samt leyfðar sælgætisauglýsingar og svo framvegis, ekki gleyma börnunum. Nú ég vil hafa þetta gagnsæjara og opnara en þá ætla ég að víkja hugmyndir sem ekki eru svo mikið inn í umræðinni og það til dæmis að þegar við viljum draga úr neyslu þá það gert með því að hækka vexti og sem erfitt fyrir almenning en það líka ákveðið batteri í gangi til þess að auka neyslu, það nefnilega auglýsingar. Mér finnst eðlilega þá að byrja á því að minnka auglýsingar áður maður fyrir því að það að hækka vexti. Og nú ætla ég að koma að því sem mér finnst vera vandamálið í dag og það það að bilið milli fátækra og ríka alltaf að aukast og það meðal annars vegna þess að við höfum leyft peningunum að ná undirtökum í lýðræðinu. Menn nota þá þeir sem eiga mikinn auð, þeir nota hann til þess að hafa áhrif á stjórnmál til þess að gera sjálfa sig ennþá auðugri. Þess vegna mega til dæmis auðmenn ekki eiga alla fjölmiðla. Þeir mega ekki eiga meira heldur en ákveðið brot og við erum að muna það að auðmaður eða auðmenn, það einn hagsmunahópur. Þó það séu mismunandi auðmenn sem eiga mismunandi fjölmiðla, þá hafa þeir allir hagað því að séu lægri eignarskattar, lægri skattar, minni neytendaverð, að ríkisfyrirtæki verið seld þeim og að það megi styrkja stjórnmálaflokka og svo framvegis. Þannig að við þurfum að passa það að þó maður verði ríkur, það þýðir ekki að maður megi ráða lýðræðinu í landinu. Þess vegna mega samtals fjölmiðlar ekki vera, það má sem sé ekki vera meira en 25 eða 33% fjölmiðla í eigu stóreignamanna. Við þurfum líka að hafa algjörlega opið með almennatengsla fyrirtæki. Það líka hlutis það sem getur keypt skoðanir stjórnmálamanna og almennings. Það ekki eðlilegt að peningarnir ráði því hvað fólk hugsi. Og við þurfum líka að hætta þessari tengingu milli peningamagns og með því að það sé gefið í kostningasjóði, prófkjörur styrt, kostningar rekna með auglýsingum og svo framvegis. Þetta annað. Andrés, af hverju þú? Af hverju býður þú þig fram? Af því að ég búin að hugsa lýðræði í mörg ár og ég búin að skrifa þessi mál frá 2005, endurtekið í blöðunum og ég hef komið fram í fjölmiðlum og talað þessi mál í mörg ár og þess vegna finnst mér ég að vera vel í þessum hlutum og sjá hvar brotalamennar eru. Bestu þakkir, Andrés Magnússon.